Góðan daginn, YouTube úr draslinu hérna. Það ekki hægt að vera með hreint heimili þegar barnið heima í fríi. Ég ekki grínast, ég að laga til allan daginn, svo snýð ég mig við og þá hann búinn að kasta spilastokk á gólfið og hann búinn að kasta bílónum sínum út allt. Það bara, ég ekki annað en að ganga frá. Ég að airfryera mér brauð til þess að gera bruschetta. Það búið að vera uppáhaldið mitt. Súrdegsbrauð með tómatum, mozzarella, basil. Svo gott. Og svo ger ég smá svona smjör og hvítlauksduft líka yfir. Eða þú veist, að meðan ég airfryera það. En já, við vorum að koma heim úr smá gym-ævintýri. Sko, planið í dag var að ég myndi fara á æfingu og síðan myndi Brynja fara á æfingu þegar ég væri búin á æfingu. Svo var ég bara ógeðslega treg að koma mér á æfingu. Ég var bara eitthvað svona gett að chilla eitthvað. Þannig við ákváðum að fara saman á æfingu og taka Ólöfu með í barnagæsluna. Ok, við byrjum á því að fara á vellina, mættum og það var lokað af því það voru veikindi og ég var bara alltaf fucking grunn sem þannig við þurftum að keyra alla leið niður í Laugardal og fara í Laugar og hann prófaði barnagæsluna þar og var bara mjög hress og gátur þegar við mættum, fór strax að leika sér með eitthvað dót og ekkert mál. Svo hringdu við í okkur eftir svona 10 mínútur og þá var hann bara hágrátandi. Ég hef ekki séð hann gráta svona mikið lengi, hann var bara með ekka. Þannig að við þurftum að taka hann og fara heim og ég bara ennþá í gymfötunum. Það Brynja bara að fara á æfingu, þú veist sjálfur að kannski fer ég út að hlaupa eftir, ég veit það ekki alveg. Dáðum samt alveg 10 mínútur þess að við fengum í gyminu voru mjög góðar, þannig að ég náði að pumpa hendurnar aðeins og nú ég bara að fá mér að borða. Það bara páskafrí og í gær vorum við heima allan daginn fyrir utan fórum í eina búðarferð. Annars vorum við bara heima að því ég var að reyna bara að ganga frá, en þú veist það verður bara allt í drasli aftur. Þannig að ég ætla að reyna að fara út með hann í dag. Beautiful. Hvað ertu með? Much needed. Til að díla við þetta, við erum með 2 stórar þvottakörfur af hreinum þvott. Hei Júli. Ég get eðla miklu, en ég ætla að fara að taka þvott, ganga frá þvotti sem ég búin að bíða minni í nokkra daga. Ég að gera kvöldmat fyrir okkur Ólífer. Þið skilja ekki hvað ég svona stolt að sjálfur mér að hafa eldað af því að það kvöldvættavika í Brynjari og þegar hann á kvöldvættum þá bara nenni ég ekki að elda og ég bara borða aldrei kvöldmat og ég á ógeðslega létt með að ekki borða kvöldmat, þú veist, ég pæla ekkert í kvöldmat en í dag var ég bara, ok, þú ætla að elda fyrir sjálfa þig, þannig að ég að gera mér að gera svona rice paper vorulur, þetta gúrku, gulrætur, hrísgrjónanúðlur. Þetta eitthvað vegan svona það var eitthvað svona vegan anda eða þú veist, ég veit ekki. Eitthvað svona sem ég held að passi vel við þetta. Hnetusósa og sesamfræ. Ég gerir vanalega hrísgrjón líka en ég bara glemdi því. Ólífer ætlar að fá franskar pulsubrauð með tómatsósu. Hann alltaf borðar ekki neitt, hann matandast af það sem þú finnur á Íslandi, ég ekki einu svona grínast. Þannig að sjáum hvort það vilja borða þetta. Franska! Já, hvernig líst þér á þetta? Ó, þetta fastur. Já, þetta pulsubrauð með tómatsósu. Duglegur. Mamma með pulsu. Vilt þú smakka svona? Þetta pulsu. Já. Byrja alltaf að gera mér eina svona ágætlega stóra og svo fæ ég mig vanalega aðra. Eru að borða saman? Mamma borða. Þetta mamma. Ein vefja alveg fyllti mig sko, ég svo söt. Ég hef bara geymt afganginn þá til morgun og fengið mér aftur. Ég aðeins að skoða vörlfettæfingarna fyrir morgundaginn. Mér langar svo vörlfettæfingar morgun en það ekkert spesæfingi í Hafnarfirði. Það svona alltaf lægi æfingi í Kringlunni.
Þetta eru svona tvær stöðarnar sem ég fer á, Kringlan og Hafnarfjörður. Kringlan reyndar ógeðslega leiðilegt sem ég hef örugglega sagt á þér. Góða við að Brynjar er á kvöldi á þessa viku er að þá get ég farið á morgunæfingarnar mínar. En ég var bara svo ógeðslega slow í morgun. Ég þarf bara að vera hraðari á morgun. Svo var bara einhver klukkan 10 eða eitthvað. Bara strax að ég vakna. Ég verði að fara á æfingu á morgun sko. Ég alveg smá set að ég fór ekki í dag. Ég náðuleg, hendurnar mínar alveg sore. Við fórum og við tókum 3 umferðir af uppbyggingum og ég reyndi alveg að gera það svolítið svona, ég var að reyna að geta svona erfiða þyngd, eða með litlari hjálp í vélinni. Og svo fórum við og tókum superset sem var mjög erfitt líka. Ég gerði alveg þungt í því líka. Svo kom ég heim og tók arbeigur. Þannig ég finn alveg hérna í hendinni, tótt að þetta var bara eitthvað 3 ár æfingar eða 3 ár eitthvað, já. Annar morgun ætla ég að fara og ég ætla að taka bara vel á því. Góðan daginn! Ég vonaði að heyra í mér, ég er með svona lítið mikrofón hérna. Ég glemdi að taka upp heima, ég ætlaði að gera það, ég ætlaði að spjalla þessu við ykkur. Ég ákvað að taka TikTok hlaupa-vlogg, þannig að ég byrjaði bara að gera það. En ég er sem sagt komin út í hlaupafötin. Það er of course stullurnar á svona sóladegi. Það er svolítið kaldur vindur. En ég veit ég mun hitna strax og ég byrja að hlaupa. Planið er sem sagt 5 km hlaup í ræktina. Það eru akkurat 5 km í gymið mitt. 5 km hlaup í ræktina og taka smá handaæfingu. Mega dugleg. Ok, let's go. Þessi kom að sækja mig í gymið. Tók smá hendur og kvið. Klukkan er korter yfir 2 og ég ætla að mála með aðeins. Ég ætla að nota þetta sem ég keypti þarna og var að sýna í seinsta myndbandi. Ég hef aðeins búin að nota svona fyrir bara svona everyday og ég er að fíla það sjúklega mikið. Mér finnst þetta ógeðslega bara svona létt og þægilegt. Þetta er líka buildable, þannig að ef maður vill hafa þetta ennþá meira þá getur maður sett bara annan layer. Ég sagði í lok seinsta myndbands að við ætlum að nýta páskafríið í barbekjusframkvæmdir og ég er búin að vera sjúklega mikið að skoða bara hvernig ég vil hafa baðið og ég er svona komið ágæta mynd á það hvernig ég vil að líta út. Og ég er búin að hafa samband við einn smið sem er samt ekki laus fyrir en í næstu viku eftir páska. Ég þurfti að fara í gólfefni og velja mér microcement lit. Við ætlum semst að microcementa gólfið og veggi af því ég nenni ekki að vera með flísar og það er líka bara sjúklega dýrt að kaupa flottar flísar. Planið í dag er sem sagt að hitta Natalíu. Hún er í einhverjum hittingi núna og við ætlum að heyrast bara eftir það kannski 3-leytið. Ég finn svo skrítið að það sé bara eitthvað miðvikudagur í dag. Mér líður svo mikið að þessu sé laugardagur. Á. Nei. Bara hana? Já. Ok, búin að mála mig. Tjók að þetta er eitthvað svona filterlegt foundation. Og aftur. Ég er aftur. Þetta er gaman. Duglegir. Við erum á bókaröfninu. Ég þurfti að skila bók og Óli elskar að vera hérna sko. Við erum að vera í svona 30-40 mínútur. En við ætlum síðan að fara til Natalíu og fara í göngutúr og borða með henni. Ég veit ekki hvað ætlum að borða. Viltu bjóða hvað? Eigum við að breyta Natalíu? Pinna. Já, fyrst pinna, svo hitta Natalíu. Ok? Pinna. Já, fyrst gera þetta, svo hitta Natalíu. Hann pinna. Nei. Ertu að skemma? Það má ekki skemma. Systurrassinn. Þá fyrir Natalíu að gráta. Herru, hérna höfum við pasta, tagliatelle, eitthvað sem er það? Tagliatelle. Og hvítlagsbrauð, algjört æði. The girl dinner. Ólíver, eins og heyrist þá er Ólíver ekki orkufenn.
Ertu hræddur við ösku? Og hendur mig. Ok. Orka er góðu voffi, Oliver. Orka bara, sjáum bara sitja. Hún bara sitja á mömmu sinni. Já. Má sjá hvað er sterkur. Við vorum í smá heimsókn hjá Natalíu. En klukkan er alveg orðin 8:30 þannig að ég þarf að fara heim og svæfa Oliver. Hann er á svolítið leiðilegum sólarhringi í þessu páskafríi. Búinn að vera að sofna seint alveg mikið að kvöldum og sofa út og svona. Ertu að grínast hvað ég er fallegt veður? Ég minnist hvort mitt fylltist, ég man ekki alveg hvað ég var að segja. Ég ætla að segja Natalía sendi mig heim með hérna Red Bull. Brynjar verður vel sáttur með það. Ógeðslega fallegt veður. Við vorum bara heima hjá Natalíu og hún eldaði fyrir okkur og Oliver var bara að leika sér og eitthvað. Þegar hann er í svona lengu fríi þá hann þarf að fara eitthvað í annað Hann þarf að fara í annað umhverfi, þú veist, allavega yfir einhverja klukktíma yfir daginn. Þannig að já, við fórum á bókasafnið og við fórum, þú veist, í smá svona hjólatúr og Natalíu, þannig að hann er bara góður. Vonandi sofnar hann, þú veist, hann bara er svo erfiður að sofna þegar hann fær að sofa út á morgnana og hann er búinn að vera að sofa út á morgnana þegar hann er búinn að sofna seint að kvöldi. Þetta er ógeðslega leiðilegur vítahringur. Það er alveg til í smá svona chill by myself. Nei já, vonandi verð ég ekkert talingjasvæfan. Góðan daginn, það eru 2 dagar síðan senst að klippa. Oliver er hérna. Pappa kveikir. Hann er að spila, hann elskar svona þrautaleiki í símanum og ég var að finna nýjan leik fyrir hann sem hann bara elskar þetta. Þetta er bara svona hann og, já, alls konar svona þrautir. Ég er búin að gera mér smá svona coffee station, ég ætla að gera mér kaffi á meðan ég spjalla við ykkur. Ég var insane þreytt í gær. Ég fór ekki á æfingu og, eða sko, fyrir hádegi var ég insane þreytt. Ég var að leka. Og Oliver var bara, hann var svo eitthvað æstur og ég var bara orðin eitthvað svona overstimulated á honum að Brynjar enda að fara í sund með hann í hádeginu á hann að fara að vinna sem var ógeðslega næs. Ég lagði mig, ég veit ekki hvenær ég lagði mig seinast dag eða þú veist, sérstaklega ef að Oliver er ekki að sofna með okkur. Þannig ég bara svaf í, ég veit ekki, allavega klukktíma eða eitthvað. Þeir fóru í sund og það var eins og ég hef bara svona endurfæðst þegar ég vaknaði. Ég tók íbúðina í gegn. Ég bara ryksuði og skúraði, ég þreif gluggatjöldin okkar og var bara í gír, ég var bara já. Og við endum að baka pítsu í Oliver. Hann bara elskar að baka, en hann borðar eiginlega aldrei neitt sem við bökum. En hann borðaði pítsu og baði að baka pítsu. Þreyta og cravings eru svo samtaka, þannig að ég er búin að vera að kreyfa óhollt eða bara mat eða eitthvað bara alla vikuna. Eins og þið ættu að vita, þá er ég að taka náttúrulega 8 vikna fitness challenge og við tökum aðeins stöðuna. Er þetta að blanda svolítið mikið? Tökum aðeins status check á því. Það er vika 4 er í gangi núna og það er búið að ganga ógeðslega vel þangað til þetta páskafrí byrjaði. Við vorum að spila sem sagt blöðkastið senasta sunnudag. Við endum á því að volta okkur ís. Þá var ég sko búin að vera nammilaus í 3 vikur sem er bara, mér finnst bara vel gert og ég var bara, fuck it, þú veist, það gerir ekkert að fá sér nammi, þú veist, ég er ekki hrædd að vakna 5 kílóum þyngri, skilurðu. En þetta er svolítið það sem ég var samt ástæðan af hverju ég vildi kötta það alveg út í 8 vikur. Af því að eftir það, þá bara byrjaði ég að kreyfa aftur sykur og ég fekk mér afturbragð í gær, voltaði aftur og mér leið ömurlega eftir hann, ég var bara mjög ógeðslega óglatt og bara eitthvað svona, ég fekk bara svona sykursjokk eða eitthvað. Ég er bara svona svöng, ég veit ekki hvort það sé, ég byrja að taka kreatín, ég veit ekki hvort það láti mann vera eitthvað svona svangari, eða hvort sé búið að ég er ógeðslega mikið heima, þá veist maður munsar oft þegar maður er bara eitthvað heima að hanga. Og ég ætla að fá mér páskaegg
á sunnudaginn. En þú veist, þegar hann fer síðan aftur í leikskólan, þá ég komin aftur á bara sykurlaust næstu, þá verður það 3 vikur eftir að þessu challenge. Ég var að tána mér hárið í gær, það svona aðeins meira ginger vibe, svona strawberry blonde vibe. Já, strawberry, ginger, eitthvað, ég veit ekki hvað að kalla hárlitum mér núna. Alltaf, ég setti mér tóner í það. Ætla að hressa þess upp á það. Ég að fara á Worldfit æfingu eftir klukktíma, þannig ég þarf að leggja stað svona 45 mínútur. Ok, það sko föstudagurinn langi í dag. Þannig ég held að sé sko bara 2 vott í boði. Þannig að það fullu tími og ég hef sko bara mætt í vott sem eru max 10 manns, yfirleitt svona 5 manns. Og núna eru 30 manns skráðir, þannig að það verður fullu salur. Ég ætla að reyna að mæta aðeins fyrir til þess að ná spotti. Og já, fara á æfingu, svo kem ég heim. Brynjar byrjaður í prófi season, þú veist, officially, hann búinn með þessa vinnuviku, þannig að hann að fara í fyrstu prófin sín eftir helgi. Lagaði til í skrifstofuherberginu svo hann geti kannski unnið þar, en kannski fer hann eitthvað á bóksafn. Já, Óliður allavega heldum áfram að vera hérna, 2 saman. Óliður sko vaknaði klukkan 6 í morgun. Hann sofnaði loksins á venjulegum tíma í gær og sofnaði 8. Vaknaði 6. Og við erum bara búin að vera hress og kát. Klukkan 10 núna. Þannig já, gott að fá smá kaffi, koffín í mann. Ég ætla bara að chilla og fá mig kaffi og klæða mig í íþróttaföt, passa sig og fara svo á æfingu. Ég googlaði hvort að kreatín gerir mann svangari og það kom já, að það getur gert mann svangari, þannig að það fórst ástæðan að ég er búin að vera bara hreyfa eitthvað ef ég bara búin að vera hungry. En ég að testa hvort að ég sjái mun á, þú veist, vöðvunum og svona. Ég að leggja stað á, þú veist, ég ekki að fara að vera sein að ég held, en ég hef verið til í að leggja stað fyrir svo 5 mínútum. Lúli. Hæ Lúli. Fínasta veður, ég held að sé ekki alveg jafn kalt í dag og var í gær. Ég fór út í göngutúr með Óliður í gær og það var bara, mér leið bara eins og ég væri úti á desember morgni, sko. Það var bara svo kaldur vindur. Sumardagurinn fyrstur í næstu viku og við fáum loksins sumarveður og þá bara þarf akkurat að vera einhver ógeðslegur kuldavindur. Þú veist, akkur getum við ekki bara fengið. Við fáum aldrei sól og hlýtt. Fáum alltaf bara sól eða gluggaveður eða hlýtt og skýjað eða eitthvað. En já, ég get bladrað ekkert eðlilega mikið þegar ég er svona að keyra, þannig að ég ætla bara að pása þetta áður en ég enda í einhverju 10 mínútna klippu hérna. Ég er dauð. Ég er dauð. Þessi æfingar frá dögum yfir helginu, sko. Ég trú ekki að ég sé ekki með hleðslu eða neitt. Það er eitthvað svo steikjandi hiti inn í bíl, hann er bara í sólskinu. Og ég fekk mig. Þetta er rakakrem frá Mario Badescu. Bara þetta, ég svitnaði svo mikið frá hann, ég verði alltaf svona smá svona, ég fæði svona stífa tilfinningu í framann. Hjartað mitt, ég er ennþá bara með svona blóðbragð upp með mér. Herri, ég þarf að stoppa úrið með sjó. 687 kaloríur segir úrið. Average heart rate 158. Fóru upp í 197. Þetta var ekkert eðlilega. Þeir sem hafa áhuga á crossfit æfingum, þeir geta pásað þarna klukkuna sem ég setti inn á æfingunni. Klukkuna bara rétt yfir 12 og ég er að fara bara, ég ætla að stoppa í búð. Krónan er opin í dag sem er næs. Get ég stoppað þar á heimleið. Nei, sko, það eru, ég ætla bara, þetta byrja að keyra. Það eru allir í gyminu í dag. Bara, þú veist, maður labbar í gegnum venjulega salinn til að fara í Worldfit-salinn. Ég er svo glöð að þetta er ástæðan af hverju ég fór ekki á æfingu í gær. Því að þú veist, náttúrulega allir bara í fríi og einhver gym eru lokuð. Þannig að, já, það var örugglega svona stappaði líka í gær. Ég er bara, þú veist, það er ekki hægt að æfa þegar þeir eru svona margir, sko. Þetta er samt það sem ég elska við Worldfit og ég mun alltaf mæla með, þú veist, svona crossfit og Worldfit, eða Worldfit er alltaf bara crossfit, en af því, þú veist, ég hef aldrei
reynt svona mikið á mig ef ég hefði verið sjálf að taka. En þetta bara stemmingin þegar þú ert bara eins og þú ert að gera bara mæta og þá veistu bara að þú ert að fara að taka æfingunum sem að er, þú veist, æfing dagsins. Og já, ég bara gerði hana og maður einhvern veginn reynir alltaf sitt besta, þú veist. Ég var svo þyrst á æfingun, ég var alltaf að fá mig vatnssopa. Og það er sko, þegar þú ert að taka kreatín, þá er sagt að þú eigir að drekka bara, þú verður rosa duglegur að drekka af því að það er verið, þú veist, allir vökvinn er að fara í vöðvana eða eitthvað svona þegar þú tekur kreatín, ekki kvóta mig, en þú veist, það er eitthvað svoleiðis. Þannig þú þarft meiri vöku og þú verður þyrstari og ég fann svo fyrir þú veist því núna, því vanlega drekk ég drekk stundum milli svona umferða, en núna var ég var endalaust að drekka og ég er bara núna eftir æfinguna, ég er dying. Má ég sjá hvað þú ert fít? Opna. Sundin. Já, við erum fyrir sundið. Opna. Óli er bara í sumar átfiti hérna. Sýndu mig pottinn, hvað er potturinn? Beautiful day. Já, pappi er að setja vatn í pottinn. Mætt til mömmu og pappa að fara í pottinn. Komið pottvillir. Óli allt útið sitt. Það er smá skítur í framan. Hvað er þetta með? Hver er þetta? Sina. Er það Peppa George. Peppa George. Þetta er komin. Ole, segðu sís. Eitt og sís. Pappi. Matti sís, eitt og. Hvað er pappi? Ole. Halló, Bjartur. Sís. Sko komum ógeðslega oft senstu sumar og fórum onni bara þegar það var svona hált. Bænin. Svona hált í pottinum, það er ógeðslega kósí. Við erum búin að vera í sko 1,5 tíma í pottinum, sól allan tíman, klukkan er sko að vera 5. Ok, Oliver kom með mesta frekjukastið, ég var að reyna að koma honum í sund og hann vildi keyra bílinn eða sitja fram í. Hann er að snúa fram í fyrsta sinn og ég var að passa mig svo mikið þegar ég var að keyra. Þetta er svo, mér fannst það óþægilegt að þetta er í fyrsta sinn, vonandi ekki eitthvað nýtt thing, en hann var ógeðslega sáttur að snúa svona. Ertu að snúa alveg svo mamma? Snúa með bílinn. Já. Ég reif hann eiginlega bara, við vorum búin að vaka til svona hálftíma og ég bara, heyrðu, við erum að fyrir sund. Þannig að, já, við erum bara mætt í Salalaug, ákvað að prófa nýja laug í dag, eða þú veist, við höfum alveg prófað hana, en mjög langt síðan, byggum í Kórahverfinu, þannig að þá komum við stundum hingað. En ég var bara eitthvað svona, mér langar að fara í eitthvað svona aðra sundlaug í dag og þú veist, það er rennibraut og í barnalaugina þar, þannig að ég held að hann muni skemmta sér. Og því ég svona, plani var að vera svolítið lengi í sundi í dag. Veist, ég held til í það, af því það er alveg gott veður. Það er alltaf þessi smá kaldi vindur, hann er ógeðslega pirrandi. Þannig já, við erum mætt bara klukkan 10:30 núna. Við ætlum bara, ég er að pæla að hafa þetta smá svona day of fun fyrir Oliver því þú veist það er bara venjulega laugardagur í dag þannig að það er allt opið, eða flest eðast, já. Þannig að ég er að spá bara sund og bakari og róla og eitthvað. Ef við komum í sund? Já. Ok. Þú er rosa spenntur. Hei. Hvað ertu með? Dóna. Dóna. Hana olja. Já. Ég fekk mér rúmstykki með smjör og osti. Óli fekk sér auðvitað karamellkleinurring. Þetta er gott. Hana mamma. Og hana olja. Ég ætlaði ekki að bleita mér hárið í sundi. En það var geggjur svona vaðurlaug í Salalauginni og ég var að varða það ekki snið. Vorum við í sundi? Góðan daginn. Ok, nú vloggaði ég aðeins í gær en ógeðslega lítið þannig að það er góð líkar ég setta ekki einu svona inn. Það er allavega páskadagur í dag, sunnudagur. Geggjað veður. Þannig ég ætla að fóta að hlaupa. Spyrrandi blettur. Brynni fór í henni í hérna strípur og það lag bleach í hættuna. Það var að taka allavega 5 kilometra og ég vilja sko enda heima hjá mömmu og pappa. Þau eru með handlóð sem að ég á.
2 5 kíló handlóð og mér langar svo að fá þau hingað og taka smá handaæfingu og bara hafa þau hérna til þess að grípa í svona á og til. Þannig ég er bara aðeins að gera mig til fyrir hlaupið. Ég er alltaf að setja með sólavörn og eitthvað svona. Finna mér stuppusör og ég er ángurs að pæla að hlaupa í ból af því að það er bara ekki veður. Einu sem ég er búin að fá mér í dag er þetta kaffi númer 2 og páskaegg. Brynjar fekk sér sambóegg, lakkrís og ég bara geymið mitt inn í ísskáp. Ég fekk mér bónusegg númer 6. Það hefur verið páskaegg mitt bara síðan ég var barn sko. Alltaf bónus númer 6 og mögulega opnaði það í kvöldi. Já, við vorum að eiga smá kósí kvöld í gær og ég fór að kræfa súkkulaði. En ég opnaði það og fekk mér nokkur bita. Þetta er orðin einhver svaka svindlvika hjá mér. Ég er alveg búin að fá mér svolítið óholt síðustu daga, en það er alltaf lagi. Halda þér. Ég halda þér. Oliver hefur 2 farið í klippingu á stofu. Oj, så gott så jag går. Og bara þegar hann var, þú veist. 2. Já, Så Alex. 2. Så är mamma. 2 mömmur og 2 Oliver. Já, og hann hatar fyrir klippingu. Þannig ég byrjaði bara að klippa, þú veist, hárið á honum í svona skála klippingu heima og hann var komið svo ógeðslega sítt hár og hann vildi ekki leyfa mér að snerta það. Þannig ég klippti, þú veist, hliðarnar, má ég sjá þig? Oliver, má ég sjá? Má ég sjá þig? Ég klippti hliðarnar og toppinn hans á meðan hann sko sofnaði, hann sofnaði í sófanum og ég klippti hann bara ekki í sófanum. Þannig nú er hann með smá múlilegt en mér finnst hann ógeðslega sætur. Mér finnst alltaf sætur. Ég er að gera ís fyrir Oliver, kaupa alltaf bara svona brauðform og ég er ekki komið með ísinn. Já, ég kaupa alltaf bara svona brauðform og við setjum vanilís í Hacks. Segð takk mamma. Mamma? Já. Oliver er að horfa á Bubba byggir. Af því að Brynjar er að reyna að læra, þannig að vonandi bara Oliver góður og menn ég hleyp. Það er bara ready to go. Sól. Ég ákvað að taka sólgleraugun ekki með í dag. Ég nefndi ekki að hlaupa með því. Oh my god, það er svo gott veður. Það er sko geggjað veður. Ég er að hlaupa beint á móti sól núna og það er alveg logn þar sem ég er að hlaupa núna. Komin eftir heim. Brynjar að taka sér smá læripásu. Ég tók 7 kilometra. Ætlaði bara að taka 5 en ég tók 7. Svo ég að labba með Oliver heim til mamma og pappa. Ég sótti ekki lóðinn núna, ég nefndi ekki. Þannig að labba með Oliver til mamma og pappa, sækja lóðinn, taka smá göngutúr. Komin á pallinn hjá mömmu og pappa. Myndi fara í pottinu með hann, en ég bara kann ekki, þú veist, ég kann ekki láta renna í hann. Og það þannig að ég ætlum ekki í pottinn. Það er alltaf svo næs lafni hérna, þannig ég er spá hvort þau maður að chilla. Þess að ég taka smá dót út fyrir Oliver og það er smá sólbað á pallinum. Kannski tekið bara smá handaæfingar ef hann leikur sér. Það sækja dót og sækja fluga. Sækja dót og sækja lóðið. Þetta er fuglarnir. Vaffi inni. Oliver kom með dúkkuhúsið. Vaffi er inni. Kallana og eitthvað dót út. Bara leik sér. Hérna eru sæti fínu handlaðin. 5 kíló og 5 kíló og ég ætla ekki smá æfingar. Það er steik og ég er loving it. Þurfti smá sól og tan fashion in my life. Oliver snakk og pabbi var. Oh my god, það er svo mikið sól í búðinni núna. Við komum heim fyrir svolítið síðan og vorum satt alveg lengi hjá mömmu. Já, við ætlum að smaka þetta. Oliver fórum í búð og keyptum hamborgara í matinn og ákváðum að kaupa Ice Guys ísinn. Viltu smaka þennan?
hvítæs. Ok, við keyptum hvítæsinn sem er, oh my god, hann er blár, Oliver, smakka hann. Sem er hvítt súkkulaði og eitthvað. Smakkum eitt sexy rúm. Því sem ég held að ég væri ekki að vera að smakka þetta næstu viku. En því sem maður er svona að taka svindlviku. Hann eithir líka. Mamma. Blá, á ég blá. Ég var næstu búin að taka frostpinnan. Þetta er gott, bíta. Oliver er kúast hérna, hann fekk svona blátt upp sig. Hann er alltaf að borða þetta. Ég var næstu búin að taka hana frostpinnan. Ég hef verið svo pirruð, langaði í hvítu súkkulaði sinn. Þetta er búið að vera mjög góður dagur og bara mjög gott páskafrí. Það er einn dagur eftir á morgun, annar í páskum. Og svo fer Oliver í leikskólann og back to normal routine. Ég hugsa ég enda þetta vlogg bara hérna. Því mér finnst þetta vera orðið svo langt. Ég er ekki vön að taka svona marga daga upp, en vonandi var þetta gaman. Ef ykkur fannst þetta skemmtilega vlogg, endilega setjið thumbs up. Næsta vlogg verður líklegast framkvæmdavlogg á baðherberginu. Vonandi. Þannig ég segi bara gleðilega páska og sjáumst næst. Bye!